skoðum nú aðeins hvernig við getum notað gasjöfnuna til að reikna út breytingar á aðstæðum. Við erum búin að tala að ef við til dæmis aukum þrýstinginn þá þarf annarkvort rúmmálið að minnka eða hitastigið að aukast ef við erum með gas og svo framvegis ef við breytum rúmmálinu þá þýðir það líka breyting á að minnstakosti annarkvort þrýstingi eða hitastigi og gasjafnan náttúrulega svolítið segir okkur þetta. Og til þess að reikna út svona breytingar, ef ég vil vita hvert verður nýja hitastigið ef ég breyti þrýstingnum eitthvað ákveðið mikið, að þá nýtum við okkur smá umritun á gasjöfnunni. Við vitum að R er fasti, það er gasfastinn. Ef við erum að tala um eitthvað ákveðið magn af gasi, sem við erum að skoða, þá náttúrulega er N líka fasti. Svo við getum skrifað að N sinnum R sé fasti. Þetta gildir ef við erum með eitthvað ákveðið magn af gasi. Það skiptir ekki máli hversu mikið, það skiptir ekki máli hvort það er 1 mól af gasi eða 5 mól eða hálft mól. Ef við ætlum ekki að breyta magninu, þá er N fasti og N sinnum R, mólin sinnum gasfastinn, er þá líka fasti. Þetta getum við einangrað út úr gasjöfnunni ef við deilum með T báðum megin. Það er til. P-vaf deilt með T er þá N sinnum R. Þannig við getum sagt hérna að N sinnum R er P sinnum vaf deilt með T. Það þýðir sem sagt með öðrum orðum að ef að N sinnum R er fasti og það er jafnt og þrýstingur sinnum rúmmál deilt með hitastigi, P sinnum vaf deilt með T, þá er þetta líka fasti. Þannig að ef ég er með gas við eitthvað ákveðin þrýsting, við eitthvað ákveðin rúmmál, eitthvað hitastig og breyti svo einhver af þessu, segjum að ég hækki hitastigið og þá verður annarkvort þrýstingurinn eða rúmmálið, ef ekki bæði, líka að hækka til þess að P sinnum vaf deilt með T sé ennþá sama tala. Og við setjum þetta upp svona, segjum P1 sinnum vaf 1 deilt með T1 það er jafnt og P2 sinnum vaf 2 deilt með T2. Við erum sett að segja með þessu að fyrst að P sinnum vaf deilt með T er fasti, að þá er margfeldið að setja þessi sama eining fyrir breytingu og eftir breytingu svo sama. Eitt táknar hérna fyrir breytingu, þrýstingur, rúmmál og hitastig fyrir og 2 táknar eftir. Og þetta getum við nýtt okkur til ýmiss konar útreikninga. Prófum að taka eitt dæmi sem við notum þessa jöfnu. Dæmi. Segjum bara hérna 20 millilitrar af gasi erum við 0 gráður Celsius og 1000 millibör. Og við viljum vita hver þrýstingurinn verður ef hitinn er hækkaður í 100 gráður Celsius án þess að breyta rúmmálinu. Segjum hver er þrýstingurinn við 100 gráður Celsius
og við gerum ráð fyrir að rúmmálið sé óbreytt ef það er ekki annað tekið fram. Svo ef við merkjum hérna 20 millilítrar er þá náttúrulega bæði VAF1 og VAF2 af því að rúmmálið breytist ekki. 0 gráður Celsius er upphafshitinn og eins og áður þá breytum við því í Kelvin. Bætum 273 við. Og þessi 1000 millibör er þá P1. Og við ætlum að finna P2. Hver er P2? Ef við hækkum hitastigið, það er þá nýja hitastigið, T2, í 100 gráður sem eru þá 373 Kelvin pluss 100 pluss 273. Svo reynlega þurfum við að einangra hérna P2 úr jöfnunni og við gerum það með því að margfalda með T2 og deila með VAF2. Kannski sýnt þetta í hérna fyrir skrifum. Ef við ætlum að einangra einhverja stærð úr þessari jöfnu, þá getur verið ágætt að byrja bara á að margfalda í kross svo að allt sé í línu, það er ekkert þá lengur undir striki. Málið er að fólk lendir stundum í vandræðum með þessa jöfnu þegar það á að finna hitastig. Ef við margföldum fyrst svona í kross þá komum við í veg fyrir það og svo deilum við í burtu öllu sem að er með því sem við ætlum að einangra. Svo núna ætlum við að einangra P2, þannig að við deilum með VAF2 og T1 báðu megin. Styttast það út hér. Þannig að ég með P2 er P1 sinnum VAF1 sinnum T2 deilt með VAF2 sinnum T1. Svo þá setja þær tölur inn. P2 er jafnt á P1 sem er 1000 millibör sinnum VAF1 sem er 20 millilítrar sinnum T2, passum okkur því, það er 373 Kelvin og deilt með VAF2 sem er líka 20 millilítrar sinnum T1 sem er 273 Kelvin. Áttum okkur á því að ef að einhver stærð breytist ekki, eins og til dæmis hérna rúmmálið breytist ekki, þá hefðu við hreinlega getað stytt rúmmálinn strax út á móti ykkur öðru. Við þurfum ekki að slá þetta inn í reiknivél því þetta er 20 deilt með 20 sem er 1. Kelvin á móti kelvinum styttast líka út og eftir stendur hérna 1000 sinnum 373 deilt með 273. Það verður þá 1366 eða með réttum fjölda markverja stafa þetta er 1400 millibör. Athugið eitt með einingarnar. Í gasjöfnunni upphaflegu er gasfasti, R-ið, sem skiptir máli, það skiptir máli fyrir gasfastan hvort að
við mælum þrýstingin í börum eða ATM eða passkölum eða hverju og sama með rúmmálið. Í þessari jöfnu engin gasfasti. Þannig að einingarnar af bæði þrýstingnum og rúmmálinu mega í rauninni vera hvaða eining sem svo framalega sem það sama báðu megin. Ef ég er með millilítra í VF1 og millilítra í VF2, þá það allt í lagi. Millilítrar ganga upp á móti millilítrum. Ef ég hef P1 hérna í millibörum, þá bara fæ ég P2 út í millibörum líka. Hitastigið verður hins vegar alltaf að vera í Kelvin. Það hérna, fyrst og fremst vegna þess að hitastigið ekki breytt með margföldun eða deilingu heldur með samlagningu. Þannig að hlutfallið milli 373 og 273 ekki það sama og milli 100 og 0 og fyrir utan að það ekki hægt að deila með 0. Þannig að þessi jafna væri alfarið ógild ef það stæði 0 hérna. Þannig að við breytum hitastiginu alltaf í Kelvin þegar við vinnum með gös. En ef við erum með gasfasta lausa jöfnu, sem hér engin gasfasti, þá megum við halda þrýstings- og rúmmálseiningunum eins og þær voru uppgefnar, bara þessi sama eining báðu megin.